Félagslífið og kennararnir, það er svona tveir maður. Félagslífið, út af þessu lítið skóli, þá þekkist allir betur. Ef það er svona stór hópverkefni fyrir allan skólan, ef þú myndir fara í hvaða hóp sem þú myndir fara í, þá myndir þú þekkja einhvern. Það er stóru viðburðir eins og árshátíðin og kvöldvaka og eitthvað. Það er líka þessi litlu viðburðir, eins og spilakvöld, íþróttakvöld eða eitthvað, þeir eru mjög skemmtileg. Besta, það er örugglega bara félagslífi og kennararnir myndi ég segja. Ég geta labbað niður skólan og ég bara þekki alla frá nafni. Það er enginn sem ég þekki ekki og líka kennararnir þekkja okkur alla. Það er ekki svona stór lokapróf, þetta er bara skipt mjög jafnt yfir önnina fyrir áfangan. Þannig að öll verkefni skipta máli. Þau eru kannski ekki eitt stórt en það er bara 10%, svo 10 verkefni og það er 100% af það. Það er bara þægilega, myndi ég segja, heldur en eitt stórt lokapróf. Og annars maður þarf ekki að stressa við sig á þessu lokaprófi. Maður hefur alltaf séns á að ná áfangunum.